Gott kvöld og velkomin í Kompás. Í kvöld segjum við ykkur frá stórfelldu svindli í kvótakerfinu. Í þessu flókna kerfi viðgengst umfangsmikið svindl sem teygir anga sína allt frá bátnum sem veiðir fiskinn til fyrirtækja sem selja fiskinn úr landi. Í þættinum leggjum við fram gögn, vitnum til ábyrgra heimildamanna og ræðum við menn sem allir staðfesta svindlið. Við sýnum ykkur sem sagt hvernig svindlað á kerfinu. Færeyingar gáfust upp á kvótakerfinu eftir 2 ár þar sem það var talið fela í sér innbyggðan hvata til afbrota. Við förum til Færeyja og kynnum okkur fiskveiðikerfi sem þeir búa við í dag. Í þriðja hlutanum leitum við viðbragðið hjá hagsmunaaðilum í sjávarútvegsráðherra og stofnunum sem koma að sjávarútvegsmálum. En við byrjum á stórfelldu svindli í sjávarútvegi. Besta fiskveiðistjórnunarkerfi heims, kvótakerfið íslenska. Á því hvílir grundvallar atvinnuvegur þjóðarinnar. En kerfið er götótt, raunar hriplegt því svindlið er mikið. Það gengur meðal annars út á að gera sem minnst úr hverju veitutonni og margt smátt gerir eitt stórt. Síðustu mánuði hefur Kompás rannsakað svindlið og vísbendingarnar eru til staðar að það sé stórfellt. Þegar kvótakerfið var sett á árið 1984 var það almenn sátt í landinu vegna þess að veiðar höfðu dregist saman. Á þessum tímapunkti veltu menn ekki fyrir sér náttúrulegum sveiflum í fiskistofnum, heldur gripu menn til þess ráðs að kenna ofveiði erlendra skipa sveiflurnar. Það voru engir sem deildu fiskifræðin á þessum árum og var því haldið fram að einungis með takmörkunum á veiðum fiskistofnana væri hægt að byggja þá upp á ný. Sjómenn og útvegsmenn voru sem einnum að taka á sig skerðinguna með það að leiðarljósi að vinna stofnana upp á ný. Reiknað var út hvað hvert skip hafði veitt 3 ár á undan. Það var síðan grunnur að úthlutun á hluta þess heildarafla sem ákveðið var að veiða. Allir sýndu ábyrgð og tóku á sig skerðingu. Svindlið byrjaði strax. Til dæmis hættu netabátar skyndilega að veiða annað en spriklandi fisk þó að netin hefðu legið í sjó í 2-3 eða fleiri sólarhringa vegna brælu. Nýveitifiskurinn var miklu verðmeiri og fisknum sem hafði legið í netinu var hent. Í fyrstu mátti bara flytja kvóta á milli báta sömu útgerðar. Árið 1991 var farið að heimila sölu og leigu á kvótunum á almennum markaði. Upp frá þeim tíma hófst svindlið fyrir alvöru. Ég er búinn að vera skipstjóri 45 ár og þetta kerfi, það býður bara upp á það að strangkvæðilega menn, þeir verða bara glæpamönnum. Ólafur er skipstjóri til 45 ára og hefur marga fjöruna sopið. En það er alvarleg ásökun að fullyrða að kvótakerfið hvetji til stórfelldra afbrota. Afbrota, það sem þjófnaðurinn og skaðinn getur numið milljörðum króna á ári hverju. Stundum segi ég við mína umbjóðendur þið eru að taka þátt í svindlinu. En þið áttið ykkur ekki á því að það er líklegra en ekki að þið fáið aldrei neitt fyrir að taka þátt í því. Það er einhverju aðrir sem hagnast á því að gera þetta. Svindlið er margs konar. Afla er hent fyrir borð því ekki er til kvóti eða aflinn er of smár. Þá er afli sagður vera annar en hann er í raun. Til dæmis ufsi í staðinn fyrir þorsk sem er verðmeiri. Þegar komið er að landi er aflanum landað fram hjá vigt, svo hann verði ekki dreginn af kvóta. Fölsun og endurvigtunarnótum er hluti af svindlinu og eins á svokallaðri ísprósentu til að gefa í skyn að aflinn sem kemur að landi sé minni en hann er í raun og veru. Á mannamáli þá er fiskurinn sagður vera ís. Þegar svo kemur að útflutningnum eru farmbréf fölsuð til að breiða yfir sporin eða eyða fingraförunum. Heimildarmenn Kompás eru rúmlega 30. Þeir segjast allir hafa tekið þátt í að svindla á kvótakerfinu og gáfu mjög ítarlega lýsingar á aðferðinum. Upplýsingum frá þeim ber saman. Enginn þeirra vildi koma fram í mynd og undir nafni. Sumir leituðu ráðgjafar hjá lögfræðingum og töldu að þeir myndu sakfella sjálfan sig með því að koma í viðtal. Þeir óttuðust líka að verða félagsleg úrhögg í sínu byggðarlagi. Lögfræðingar sem Kompás ræddi við sögðu allt að 6 ára fangelsi geta legið við umræddum brotum. Heimildarmennirnir eru sjómenn, skipstjórar, endurvigtunarmenn, hafnarvigtarmenn, útgerðarmenn, flutningabílstjórar, embættismenn sem eru vel að sér störf fiskistofu og sölumenn fiskafurða. Sjómenn hafa verið sakaðir að henda fyrir borð smáfiski sem gefur lítið verð eða tegundum sem ekki passa við veiðiheimildir útgerðarinnar. Í fyrstu var brottkasti algjörlega afneitað, en nú, hinn síðari ár, hefur verið reynt að bregðast við.
Vísbendingar eru að brottkasti nemi 1000 tonna á ári hverju, að milljarðaverðmæti fari í súginn. Ég finnst að aftur hafa vaxið umræðan og brottkastið og aftur tengi ég það beint leigukvótanum. Kannanir á brottkasti hafa sýnt skelfilega meðferð á auðlindinni. Í könnun meðal sjómanna frá árinu 1990 kom fram að yfir 50.000 tonnum af fiski væri hent. 10 árum síðar lét sjávarútvegsráðherra gera aðra könnun þar sem fram kom að 15.000 tonnum af þorski væri hent. Á sínum tíma þegar ég var að henda þessu þá hendum við svo mikið af stórum fiski því að það var ekki til þorskkvóti vegna þess að það var svo mikið fisking. Veistu hver miklu? Nei, það voru fleiri tugir, ef ekki 100 tonna þessar vertíðar. Heldur þetta sé gert ennþá? Ef það er ekki til kvóti þá lítur fiskinn hent. Þegar komið að landi taka við annars konar svik. Hluta aflans laumað fram hjá skráningu, hann keyrður fram hjá vigt. Þannig dregst sá afli ekki frá veiðiheimildum útgerðarinnar. Fjöldi frásagna stórfelld og óprútin dæmi, en afar erfitt að henda reiður á umfanginu. Löndum fram hjá vigt, ég tel að hún hafi farið vaxandi núna allar síðustu ár. Það er ekkert flóknara en það. Og mínar upplýsingar frá sjómönnum segja mér það. Það hafa komið til mín sjómenn sem hafa spurt mig hvernig ná ég að ná í hlutinn minn úr því sem ekki fór á vigtina. Það hafa fáir verið gripnir við að landa fram hjá vigt. Málin fá og viðurlögin ekki sérlega ströng. Sé miðað einungis við málafjöldan mætti ætla að þetta væri ekki umfangsmikill vandi. En miðað við allar sögur heimildarmanna Kompás virðist vera stórfellt svindla að ræða. Fjöldi þeirra viðurkennira hafa tekið þátt í þessu svindli. Þeim illa við kvótakerfið sem þeir segja að geri heiðarlegustu menn að glæpamönnum. Þess vegna vilji þeir upplýsa þáttin það sem fram fer. Kompás hefur undir höndum ljósit úr bók sem sýnir að fiski hafi verið landað fram hjá vigt með vitund hafnarvigtarmanns. Heimildarmenn Kompás sem hafa bókina undir höndum segja að vel á 400 tonn hafi verið landað fram hjá vigt á ári, í gegnum aðeins eina höfn. Hvað hugsa skipstjórinn sem að fara að landa fram hjá? Hvað hugsa hann? Hvað gerir hann? Hann náttúrulega hugsa fyrst og fremst það að láta ekki neppa sig. Það er alveg regla nr. 1 og 3. Eru hafnirnar vaktaðar af mönnum skipsins? Já, í mörgum tilfellum. Af hverju ætti fólk að trúa þér nú að þú verið dæmdur fyrir brottkast? Ég ætlast ekki til að fólk trúi mér. Þú spurðir og ég svaraði. En það vita þetta allir. Það tala allir þetta. Já, verðið þið varið við svindið sem gera? Það er ekki hægt að neita því að það höfum við orðið varið við og nokkurum tilfellum höfum við svona náð eða séð að það var í uppsiglingu og náð að koma í veg fyrir það. Könnun sjávarútvegsráðherra árið 2000 sýndi að 3 af hverjum 4 sjómönnum töldu að fiski væri landað fram hjá vigt. Ráðgjafarskýrsla sem FSO rekstrarráðgjöf vann árið 1996 fyrir Fiskistofu hefur ekki verið birt opinberlega. Í henni segir meðal annars: Margir þeirra skoðunar löndun fram hjá hafnarvog og rangar upplýsingar tegund afla séu þau brot sem mest hætta á. Virðist sem ekki hafi tekist að byggja upp áreiðanlegt kerfi sem stuðlar að því að skipstjórnarmenn gefi réttar upplýsingar og eftirlit með þessari starfsemi sé ekki nægjanlegt. FSO dró þá ályktun í skýrslusinni að það þyrfti að leggja aukna áherslu á málarekstur og herðar refsingar, til dæmis með sviptingu veiðileyfa á kvóta. Það er svo langt síðan að þessi skýrsla var gerð og hún var gerð að okkar beiðni af þessu fyrirtæki til að hjálpa okkur við endurskoðun á veiðieftirlitinu, hvort að við ættum að endurskipuleggja það. Þá vorum við að tala fyrst og fremst um skiptingu á milli sjó- og landeftirlits og þar sem undir götunum. Ég man það nú bara að við vorum ekki sérstaklega ánægðir með þessa skýrslu, þar að segja okkur fannst hún ekki mjög fagmannlega unnin, en ég get ekki tjáð mig hann örleiti því að ég man bara ekkert úr henni. Hún ekki fagmannlega unnin vegna þess að hún óþægileg fyrir ykkur? Nei, alls ekki, því að við viljum endilega finna fyrir óþægindum ef að þau eiga rétt á sér og ef að þau eru rétt. Upplýsingar aflasamsetningu eru falsaðar. Gefnar eru upp rangar upplýsingar hvaða fisktegundir voru veiddar. Það á sjómannamáli kallað að lita aflann.
en þetta er til dæmis gert með því að raða ufsa efst í kör sem annars eru full af þorski. Aflinn er svo allur skráður sem ufsi, sem blasir við augum efst í karinu. Hagnaðurinn er augljós þegar haft er í huga að kvótalegu kíló af þorski kostar 150 krónur en 20 krónur af ufsa. Á fiskmarkaði er þorskkílóið selt á 250 krónur en ufsakílóið á 50 krónur. Hvatinn til að svindla er því verulegur. Við trúum náttúrulega Fiskistofa hefur meiri sér staði menn að verki með það að vera með annað í kvörunum heldur en efstalagið segir til. Ég aftur á móti heyri minna þessa aðferð núna, allar síðustu mánuðina leikum við að segja það síðasta ári, heldur en oft áður. Mjög algengt er að steinbítu sem er bundin í kvóta sé sagður vera hlýri þegar hann kemur að landi. Hlýri er ekki inn í kvótanum og með því að lita aflann, það er að fela kvótabundin fisk undir fiski utan kvóta, dregst hann ekki frá kvóta viðkomandi útgerðar og hún getur veitt meira af honum. Það á að vigta allan afla sem kemur að landi, en kerfið sem munið er eftir býður upp á afbrot á mörgum póstum. Afla sem fer til vigtunar á Hafnavog er ekið til endurvigtunar í vinnsluhúsi. Þar á að skilja ísinn frá og senda leiðrétta tölu til skráningar á Hafnarvog. Mikil brögð virðast vera því að átt sé við tölunar, ísinn sagður meira en hann raunverulega er. Og þannig fari allt upp í 20% meira að fiski á land en bókhaldið gefið til kynna. 13 vinnsluhús hafa svo kallað heimavigtunarleyfi og þar er eina ytra eftirliti stikkprufur sem starfsmenn Fiskistofu gera. Þar fer fiskur ekki á Hafnarvog, fyrirtækjunum er treyst fyrir því að vigta aflann sjálf. 72 fiskvinnsluhús hafa leyfi frá Fiskistofu til að endurvigta afla sem kemur að landi. Tilgangurinn með endurvigtun er að fiskvinnslan vill tryggja að ekki sé verið að borga fyrir ís sem notaður til að kæla aflann. En það er hagur fiskvinnslunar að fiskurinn vigti sem minnst og ísinn sem mest. Það er náttúrulega með ólíkindum að það skuli vera hægt að vera með svona endurvigtuna fyrirkomulag og kenna ísum og það skuli þá ekki vera hægt að rekja það vegna þess að það er þó alveg klárt hvað er vigtað í ísum borð í skipið. Og þegar ísfrábræði orðið meira í tonnum heldur en það sem fór borð, þá hlýtur eitthvað að vera að. Við erum að tala smáar upphæðir hverju sinni í sambandi við ísprósentuna en margt smátt gerir eitt stórt, þannig að auðvitað er þetta áhyggjumál. Þannig að við erum hugsanlega að tala 1000 tonn? Hugsanlega, já, en ekki margar held ég. Ég held að við getum verið að tala einhverja fáeinar 1000 tonna en það er mikil peningur. 100.000 tonna af fiski er landað á Íslandi á hverju ári. Hvert falsað prósentustig breytir heildarmyndinni mikið þegar allt kemur saman. 1% af 10.000 tonnum af þorski eru 100 tonn. Verðmæti 100 tonna af þorski á fiskmarkaði miðað við 250 krónur á kílóið eru 25 milljónir króna. Þetta dæmi er samt bara dropi í hafið. Endurvigtunin, hún er 8-10% svona. Ég held að það sé svona mikið yfir línu. Ég þekki það ekki öðruvísi, ég þekki það náttúrulega ekki nema hjá mér. Það er 8-10%. En er mikill ís á fiskinn? Nei, þetta er allt í krabba. En þegar hann fer í endurvigtun fiskurinni, er ekkert ís þá? Það er engin ís sem er verið að endurvigta? Ég held að það sé eitthvað lítið. Þetta er siðlaust náttúrulega, þetta á ekki að eiga þessi stað svona. Ég fæ ekki kaup út úr þessu. Einhverju tilfellum að þá hafa kannski verið háa próstutölur sem hafa komið og það háar að við höfum sýnt Fiskistofumönnum það og þeir hafa jafnvel farið og skoðað en ekki orðið neins vísari. Þannig að þetta er svolítið margslungið og snúið. Kompás hefur undir höndum gögn frá einni af höfnum landsins með upplýsingum endurvigtun úr báti sem landaði þar. Heimildamenn Kompás sem unnu við að landa úr bátnum segja að nánast engin ís hafi verið í kaurunum þegar þau fóru í endurvigtun. Í gögnum löndun úr bátnum á 2 mánuðum er ís sagður vera allt upp í 17%. Munurinn á milli Hafnarvogar og endurvigtar eru tæp 25 tonn. Og þetta er einungis úr einum báti á aðeins 2 mánuðum í litlu sjávarplássi út á landi. Ég held að þetta sé bara á flestum stöðum orðið. Það er allir með endurvigtunarleyfi og þykir ofan fínt og flott. Það er löglegt. Það er löglegt kvótasvindl.
Í skýrslu FSO segir að ekki sé kerfisbundið eftirlit með að upplýsingum úr Hafnarvog beri saman við endurvigtun. Nú, rúmum 10 árum eftir að skýrslan var gerð, hefur reglubundnu eftirliti ekki enn verið komið á. Fiskur sem fer til útflutnings stundum annar en skráður á farmbréf. Aflinn kann að vera litaður, kössum með ódýrum fiski raðað efst og fremst í gámana og dýri fiskurinn falinn á bakvið. Sáralítið eftirlit með því að réttur fiskur sé í gámanum þegar erlendir kaupendur taka við þeim. Við gerum þá hverju ári í lok fiskveiðiárs að þá tökum við saman allar tölur landaðan afla í hverju tegund og berum það svo saman við útfluttar afurðir á árinu. Útfluttar afurðir auðvitað reknum við til afla upp á sjó og berum þetta tvennt saman, landaðan afla og útflutningin. Og þessi samanburður gefur ekki til kynna að það sé mikið svindl. En þannig eru skekkjumörk, það eru mismunandi vinnsluaðferðir sem að fiskvinnsluhúsin vinna. Skekkjumörkin geta numið nokkrum prósentustigum, þá erum við að tala jafnvel þúsundir tonna? Jú, það er alveg rétt og ég efast ekkert það að það er einhver mismunur þarna, hann er ekki stór. Einhverja þúsundir tonna, jú. En það er ekki mikið miðað við það sem aðra þjóðir þurfa að búa við til dæmis. Hefur orðið vitnað svona viðskiptum, vitnað því að þetta sé gert? Já. Þetta er gert. Það vita þetta allir. Allir sem starfa í sjávarútvegi. Til þess að svindlið komist ekki upp þarf að fela það í fiskvinnsluhúsunum. Vinnsluaðferðirnar eru fjölbreyttar og erfitt að komast að rótum vandans. Sérstök deild innan Fiskistofu rannsakar fiskvinnslur og aflar gagna landanir, ísprósentu og vinnsluaðferðir. Í skýrslu FSO segir: bakreikningar eru erfiðir í framkvæmd. Upplýsinga þarf að afla mjög víða og einungis hægt að upplýsa brot ef verulegt misræmi að ræða. Það ef menn hafa gengið mjög langt í brotum. Þá hefur gengið erfiðlega að reka mál fyrir dómstólum. Starfsmenn Fiskistofu staðfesta í samtali við Kompás að erfiðlega gangi að sanna svindlið ef það er ekki stórt í sniðum. Fiskmagnið sem fer í gegnum fiskvinnsluhúsin þó mikið og lág prósenta getur engu að síður skipt tugum milljóna króna. En ertu að segja það að bakreikningar séu nákvæm vísindi? Nei, það er ég ekki að segja. Er hægt að finna át litlu brotin þegar bátar að svindla á ísprósentu til dæmis? Það er mjög erfitt að eiga við það í bakreikningum vegna þess að auðvitað fer það inn í landaðan afla tölur, lægri talan og síðan ef þetta á sér stað mjög lengi að þá getur kannski í lok ársins munað, hvað ég maður segja, 2% eða eitthvað svoleiðis. Ég held að við séum ekkert að tala stærri tölur. Miðað við þetta, ef við gefum okkur nokkru prósentustig, 2-3%, hvað er þetta mikið svindl? Það er náttúrulega geta allir reiknað það út bara miðað við það hvaða kvóti á hverri tegund. Þannig að þetta getur líka verið misjafnt eftir tegundum. Skiptir þetta þúsundum tonna eða hundruðum tonna eða milljörðum króna? Hvað eru við að tala stórar upphæðir? Ég held að við getum verið að tala einhverjar fáar þúsundir tonna sem náttúrulega mjög stórar fjárhæðir þegar þú leggur það allt saman. Auðvitað eru til heiðarlegir og grandværi menn í sjávarútvegi, en þeir voru ekki til umfjöllunar í þessum þætti. Heldur upplýsingar kerfisbundið og skipulagt kvótasvindl. Hvað hafa heimildarmenn Kompás verið að segja? Jú, þeir hafa sagt frá víðtæku svindli sem skekkir grundvöll kvótakerfisins. Frá litlum byggðarlögum sem eru samsegg, þar sem sjómenn, vigtarmenn, verkstjórar og flutningabílstjórar eru í vitorði saman. Þá tengist þetta oft svona smærri stöðum, þar sem allir þekki alla og allir kannski hafa sömu hagsmuni að verja í raun og veru. Bankastjóranir, þeir vita þetta allir. Ég hef talað við nokkra. Ég hef talað við aðstoðarmenn í Fiskistofu þetta. Það var gengið á milli mín og þeirra tölvupóstar og símtöl. Þeir séðast vita af vandanum, þeir hafa ekki við hann. Þeir hafa ekki tæki og tól og mannskap. En svo er það lögreglan sem sagt á hverjum stað fyrir sig, hvar er hún. Þú getur fundið bara innan við 1% af bátunum sem kannski eru heiðarlegir í þessu, og þó ekki.
Ég held ég mér sé út að segja það, allir hafa komið nálægt þessu. Það enginn látin komast upp með það að fara inn í bankann í litla bæjarfélaginu og sækja sér kannski 30% meira inn á reikningin heldur en ætti til. Ég efast að það samþykkt. Lögreglan yrði fljótt á staðinn þegar það kemur upp. Það kallaðist bara bankarán, einfaldlega. Fjölbreytileg svik og brottkast í kvótakerfi ekki sér íslenskt fyrirbæri. Færeyingar hafa reynslu af þessu úr sinni sögu, þó að færeyska kvótakerfið hafi staðið stutt við eða einungis í 2 ár. Færeyingar gáfust upp á kvótakerfinu og köstuðu því fyrir róða, töldu það lið ónýtt og gerspillt. Í upphafi 10. áratugurinn skall á kreppa í Færeyjum og fiskistofnarnir voru í lægð. Skuggi hvíldi yfir eyjaskeggjum sem lifan eingöngu á sjávarútvegi. Dönsk stjórnvöld og alþjóðlegar fjármálastofnanir þrýstu á lögþingið í Færeyjum að taka upp kvótakerfi í fiskveiðum. Kvótakerfi var innleitt á 1994 en þegar leið á annað árið í því kerfi voru erfiðleikarnir með að vinna undir því orðnir svo miklir að lögþingið ákvað að kasta því fyrir róða. Kvótakerfi, það var fyrir Færeyjar að disaster. Það var massor av utkast og það var massor av að gefa fiski annan navn. Og það var ein sjómaður som säger att maðurinn af fiskefabrikkinu, han var nästan som Jesus var. Att það var en stor rikva av torski og han kom om han og säger vi uppsi og það var uppsi. Útgerðarmenn í Færeyjum viðurkenna að svo mikið brottkast og svindl hafi fylgt kvótakerfinu að aflatölur voru kolrangar á þessum árum. Jakob Solstein formaður samtaka togaraútgerða í Færeyjum. Og det kan vi se i tallene nu at hvorfor kunne så fiske så mye lange den gang. Og hvorfor vi kunne fiske mye hviting den gang. Og det går helt ned, så at det var noe juksa, ja. Ja, jeg vet ikke om det var mye, men jeg vet at det var. Í staðinn fyrir kvótakerfið ákvað lögþing Færeyja að takmarka sókn í fiskistofnana með því að úthluta hverju skipi ákveðnum fjölda veiðidaga á ári. Menn geta annars veitt eins mikið og þeir geta á þessum dögum. Þetta kerfi, kallað færeyska fiskidagakerfið, hefur verið við lýði í 10 ár. Ólaf Olsen fyrrverandi útgerðarmaður og sjávarútvegsráðherra. Með veiðidaga, eins og við gerum það voru ekkert brottkast og hitt getur við brottkast. Ég veit ekki hvað mikið, en það ekkert brottkast, það ekki svika með sekundur, ekki með vikt, það þarf ekki, þetta allt opið. Auðun Konráðsson formaður í félagi færeyskra línuveiðisjómanna, en hann ólst upp á Norðfirði en flutti til Klaksvíkur fyrir 20 árum. Hann telur að reynsla Færeyinga sýni hvernig brottkast og svindl fylgi alltaf kvótakerfi, þess fullis að sami sjúkleiki sé byggður inn í íslenska kvótakerfið. Ég get ekki ímyndað mér annað vegna þess að ef þú ert með kvótakerfi og gagnstætt því sem aðrir segja, þá hvatinn í kvótakerfinu það að þú hendir smáfiskum í sjóinn og tekur stóra fisk. Það hlýtur að vera svoleiðis, vegna þess að ef ég fæ 100 tonna kvóta af þorski og þarf kannski að borga, eða leigi með kvóta og þarf að borga 150 krónur fyrir kílóið, þá ég ekki að hirða þessa smátvitti, þá þeir bara hendi í sjóinn. Já, það alltaf búið til glæpamenn. Það bara að banna fólki að geta hangikjöt á jólunum, það alltaf búið til glæpamenn og það það sama með fiskveiðikerfið. Þeir sem að halda sig við reglurnar, þeir drepast bara. Það var auðvitað þögn þetta og líka ef þú ætlar eins og þessi brot sem voru, að það verða það svo mikið fólk sem kemur að þessu, mikið hluti af þeim sem vinna við fiskinn sem koma að brotinu. Þetta ekki hluti sem þú gerir einsamall. Þetta lýsir bara sjúkdómi í vinnunni, í sjávarútvegi. Og í staðinn fyrir að taka menn og hálfskjóta og þeir segja hvað að, þá á að taka á þessu og viðurkenna hvað að ske. Fiskidagakerfinu var komið á í Færeyjum með samstöðu sjómanna, útgerðarmanna og fiskvinnslunar. Fiskifræðingar hafa helst spyrnt við fótum, telja enda að fiskistofnarnir séu mikilli hættu. Vi var sammen om at konstruere det system som vi har nu. Og vi fick så politikerne til at gå med på det. Imot fiskefrøyngar.
Och det var mycket tungt arbete, men det blev så genomfört. Ja, i Färjön är det alla som halda att fiskedagar är heimsins bästa kerve för Färjör. För att det gått Arastan, det vet jag inte. Det är då män som halda att ekvart skulle vara örvise, men tillsammans så vill ingen i Färjön fara efter till kvotakervi. Det är fiskedagar och går till. Starfandi sjómenn og útgerðarmenn taka þátt í að móta ákvörðun fjölda þeirra daga sem skipin mega vera á sjó á ári og á þá hlustað. Þeir sitja í svokallari fiskidaganemnd og gefur hún sín ráð eins og fiskifræðingarnir á færisku Hafrannsóknastofnuninni. Man har alltså i dessa här gott 10 åren skarat ned med över 20% i fiskedagar. Men det är så att vi får rådgivning både från fiskeribiologerna och också från erhvervet. Och ministern tar så hänsyn till bägge rådgivningar. Och det är så lagtinget som varje år bestämmer antal fiskedag. Auðun hefur sittið í færisku fiskidaganemndinni sem fulltrúi línusjómanna og hann eins og margir aðrir sjómenn eru lítt hrifnir af fiskifræðingunum. Maður bara heppinn að þeir ekki skipstjórar á einum bát sem maður á. Maður myndi drepa áttur hungri alveg á stundinu. Þeir finna aldrei kvikindin einstæðar sem þeir eru. Og ef maður fer í gegnum ráðgjöfuna, að þá viðurkenna fiskifræðingarnir allflestir að ef þeir eru með góða tölur, að þá er ráðgjöfin hjá þeim svona plus mínus 30%. Og ef þeir eru svona lélega tölur í viðbót, þá er ráðgjöfin orðið plus mínus 50%. Við höfum ekki farið alveg eftir fiskifræðingunum. Og næstu ekki neitt stundum og það virðist ekki hafa þau áhrif sem fiskifræðingarnir hafa spáð allavega. Það er ennþá fiskur í Færeyjar og við erum lifandi ennþá. Þeir segja að það skal niður og við hafa ekki gert það. En í Færeyjum er fiskastofnarnir uppsinn, valfýri, góðu stofnar af hýsjón. Torskastofnar er niður nú, men það eru fiskur som är feitur núna och så torskur för att komma upp om 1-2 år så är torskastofnen nästan uppe. Så du kan säga att över 10 år så har fiskastofnar gjort det samma som man har gjort i Färjön i 100 år. Han för upp och han för ner och det ger och det samma tons samla som det har gjort i 100 år. Niklasen vísar til þess að þorskveiðar Færeyinga og heimamiðum hafi skilað sveiflukendum afla allt frá árinu 1925. Það eru sveiflur upp og niður en allt innan svipaðra marka. Hann segir aðeins 2 hörmungar hafi dunið yfir eins og sjá má á djúpu lægðunum. Þetta sé seinni heimsstyrjöldin þegar Færeyingar gátu ekki veitt sökum hættu. Seinni hörmungatíminn sé svo kvótakerfið. Fiskifræðingarnir eru eins og veðurfræðingarnir. Ef ég væri veðurfræðingur og spáði snjókomu allt árið, þá þegar veturinn kæmi þá kemur auðvitað snjór og þá er ég voðalega ánægður með sjálfan mig. Og það er það sama með fiskifræðingarna vegna þess að auðvitað kemur lægð í fiskiríið. Og það hefur alltaf gert. Það hefur alltaf verið góð og léleg ár í fiskiríi. Og það er ekkert breytt. Það er bara eins og alltaf verið. Í fyrra fengu hagsmunaaðilar í útvegnum í Færeyjum Ísraelan Menachem Ben-Yami til að gera árangursúttekt á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Ben-Yami var árum saman starfandi hjá Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna og hefur veitt fiskveiðiráðgjöf fyrir fleiri undir stofnanir samtakanna í þriðja heiminum. My opinion, the Faroe fishery is the best regulated fishery in Europe. And I don't know the details how you do it, but I think you involved a lot of common sense and practical knowledge as against some scientific recommendations which maybe are not fully scientific. And this was, brought very good results when you compare it with what's going on in Europe. Jón Kristjánsson fiskifræðingur er afar umdeildur á Íslandi meðal sjávarlíffræðinga en í Færeyjum fékk fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Færeyja hann til ráðgjafar fyrir 6 árum. Þá vildu færeyskir fiskifræðingar stórminnka veiðarnar en Jón ráðlagði að ekkert yrði skorið niður og var farið eftir því. Og það sem Jón Kristjánsson hefur sagt síðan 2000, það hefur víst sig að vera rétt, 100% rétt. En það sem allir aðrir biologar hafa sagt hefur víst að það var ekki rætt. Það að fara ekki eftir ráðgjöfinni sýndi það að ráðgjöfin var röng.
og það munar meira en helming í afla á því sem var ráðlagt og það sem var raunverulega svo veitt og samkvæmt öllum kokkabókum og röksettum Hafró hérna heima að fara fram úr 40% í ýsu og þorski og 70% fram úr ráðgjöfinni hefði átt að koma niður á stofninum þannig að hann væri uppveiddur, en það ekki svo. Núverandi stjórnvöld í Færeyjum virðast ekki eins hrifin af róttækum kenningum Jóns. Með nokkuri einföldum má segja að Jón telji ranghugsun liggja til grundvallar veiði ráðgjöf Hafró og alþjóða Hafrannsóknaráðsins sem Hafró hluti af. Friðun hefur öfug áhrif, segir hann, og leiðir til þess að stofnar minnka. Áhersla á stóra hrygningarstofna sé della, enda skiptir stærð þeirra engu málu stærð nýrra árganga. Það sé einnig rangt að slátra bara stóru dýrunum, það verða veiða úr öllum árgöngum. Það hafi jafnvel skaðleg áhrif að vernda smáfisk og veiða hann ekki. Þetta að vernda smáfisk að mínum mati rangt og það hefur sýnt sig að það stenst ekki vegna þess að þessi fiskur í staðinn fyrir að stækka þá vex hann ekki vegna fæðuskors og þarna bremsast niður. Þeir sem við erum að veiða þessi stóru, það eru þeir sem éta þessa litlu, þannig að við erum ekkert að gera með þessari smáfiskafriðun annað heldur en að framleiða hungraðan fisk sem fóður handa eldri fiski. Það allstaðar sama reynslan. Ég búinn að vinna í mörgum löndum, ég búinn að fara í gegnum gögn í mörgum löndum. Það ekki eitt einasta tilfelli botnfiskastofn sem hefur stækkað við það að láta friða sig. Þeir hafa allir minnkað eins og átt að gera til að veiða meira seinna, en svo hefur bara haldist lágir þar að segja veiðin og allt þetta dót. Þannig að allstaðar núna kennt ofveiði, en sem sagt fagleg úttekt sýnir það að þetta raunverulega ástand sem að skapast á hungri. Þannig að fæðupíramídin orðinn skakkur og hann ekki réttubræður og þess vegna verður útkoman svona. Þó að Jón telji að tölfræðileg gögn sanni sitt mál, segir hann að fiskifræðingarnir neiti að mæta honum með rökum. Hann telur að samtrygging ríki í Fílabeinsturni vísindasamfélagsins. Innan alþjóða Hafrannsóknaráðsins eru 1600 vísindamenn sem að vinna allir að þessari ráðgjöf og fiskveiði ráðgjöf og rannsóknir í kringum hana eru það sem maður segir orðið stór fyrirtæki, gríðarlegt umfangsmikið batteri og það að gera að halda því áfram þessu batteri og það svolítið einkennilegt að 1600 mann sem að vinna segja allir það sama. Það getur ekki verið þannig í vísindamennum að allir séu sammála og ég finn það sjálfur að þegar ég í þessu og beiti svona rökum að menn fara ekki í það að ræða fagleg rök, heldur fara þeir í persónulega deilu. Þú nú einn, það enginn sem styður sig. Það eru samt menn úr þessum hópi sem að koma og segja við vitum þetta svona, við getum ekki annað. Fiskidagakerfið í Færeyjum sker sig úr í Atlantshafi, enda kvótakerfi víðast notuð. Det många som kommer utifrån och ser på vårt system. Och jag vet också att i någon grad är fisketagarsystemet måste satt i gång på små områden. Men det mycket vanskligt för oss liksom att anbefala om måske ett annat land ska bruka våra system eller ej. Vi syns det fungerar gott här på Færøyene. Já, það virðast allir viðurkenna að þetta virkir nema fiskifræðingar. Og það eru menn að koma hingað til Færeyja alls staðar áður heiminn til að kíkja á þetta allavega. Kvótakerfi komið í allan Norðurlandi, Barentshafi, í Íslandi, Norsjökvi, í Írskahafi og það sem við komum sjá það að fiskiskapnin síðan það startaði komið niður við 40–60–80% niður og kvótakerfi skal ju koma fyrir að få torska fiskiskap upp. Men það ekki skett. Hér í Færeyjum får vi samma fisk núna som vi hafa fengið í 100 ár. Men runt okkur í kvótakerfi her fiskiskapnin farin 40–80% niður. Það hefur lítil umræða 10 ára reynslu Færeyinga hér á landi. Jón telur skýringarnar ljósar. Það var samþykkt þingsályktunartillaga á Alþingi það að menn skyldu kynna sér færeyska fiskveiðistjórnarkerfið. Ég held að séu 4 ár síðan. Það ekki fyrir að gera það ennþá. Það nú stutt til Færeyja. Ég kom einu sinni með þau boð til sjávarútvegsnefndar Alþingis, sjávarútvegsnefndar Færeyja bauð þeim í heimsókn sem kynna sér kerfið. Ég fekk þau svör að það var ekki til fjárveiting fyrir þessu. Ekki löngu seinna fóru þeir í fótbolta að fara til Færeyja. Þannig að áhuginn á því að kynna sér kerfið virðist ekki vera fyrir hendi. Það svipað dýrt að fljúga þangað eins og að fljúga til Egilsstaða. En menn vilja ekki fara ofan í þetta.
Það óumdeilt að við höfum náð góðum árangri í efnahagsmálum. Og það hefur jákvæð áhrif á allt samfélagið. Við höfum meira svigrúm til að hlúa enn betur að heilbrigði og velferð fólksins í landinu. Og kaupmáttur vex hratt sem þýðir að launin duga betur. Lágir skattar og gott umhverfi í atvinnulífinu gera fyrirtækjum kleift að blómstra. Og þannig tryggjum við öllum vinnu. Í dag eru 2-fall fleiri Íslendingar við háskólanám en voru fyrir 10 árum síðan. Og það gefur okkur forskot í samkeppninni. Og leið og heimurinn minnkar. Þá stækkum við. Það er engin tilviljun að tækifærin blasa við okkur Íslendingum. Við byggjum á traustum grunni. Þetta er kosið 12. maí. Frjálslyndi flokkurinn vill ákveðnari stjórn á innflutningi erlends vinnuafls til landsins. Prentmet býður þér upp á heildarlausnir í prentun. Prentmet, við erum hér fyrir þig. Einn megin grunnur að fiskveiðiráðgjöf Hafró eru tölur landaðan afla. Ef tölurnar eru kolrangar, hlýtur ráðgjöfin að vera röng. Hafró tekur ekki tillit til svika í landi og telur brottkast hafa lítil sem engin áhrif á stofnmælingu. Þó að sjómenn gagnrýni Fiskistofu harðlega fyrir slæglegt eftirlit, stekkur sjávarútvegsráðherra henni til varnar. Ráðherrann og Fiskistofa standa á því fastari fótunum að allt tal stórfellt svik upp á þúsundir tonna og milljarða verðmæti séu óstaðfestar ýkjusögur. Aflatölur eru ein af grunnstóðunum í ráðgjöf fiskifræðinga hvað sé óhætt að veiða. Ef þær gefa ranga mynd af raunveruleikanum ætti það að skekkja ráðgjöfina. Brottkast hefur verið mælt með könnunum en mælingar Hafró byggjast á því að bera mælingar eftirlitsmanna á pröfutúrum við löndunartölur. Ef þannig talið vanta smáfisk í aflatölurnar gert ráð fyrir því að honum hafi verið hent. Við höfum núna stundað þetta með sambærilegum hætti í 6 ár og þetta í þorski þetta 1% sem kastað í sjóinn og á ári og það 2100 tonn. Og í ýsu þá þetta 4% eða 2700 tonn, þannig að í heild þá erum við að jafna því að kasta 5000 tonnum af þessum tegundum á hverju ári. En þetta bara smáfiskur, ekki reynt að mæla brottkast stærri fiska. Ekkert mat liggur fyrir á svindlinu, aflanum sem aldrei lendur á skrá eða ranglega skráður. Það ekki gert ráð fyrir skekkju. Það liggja engar tölur fyrir þetta hér við land og ég held reyndar að þetta sé nú ekki stórkostlegt vandamál í fiskveiðum okkar en þetta mikið vandamál víða annar staðar. Myndi það breyta mikið heildarmyndinni ef þarna væri sannarlega einhver skekkja sem væri upp á einhver prósent? Já, það gæti auðvitað gert það. Ef þetta væri ef þetta væri mjög breytilegt frá ári til árs þá gæti það haft mikil áhrif en ef þetta einhver föst stærð þá myndi það nú sennilega ekki breyta mjög miklu. Þrátt fyrir að tæplega 30 heimildarmenn Kompás vitni að hafa séð stórfelld brot og tekið þátt í þeim, ekki allir á því að þetta sé annað en ýkjur. Ég get ekki slegið því föstu. Ég get auðvitað ekki slegið neinu föstu nema það sem ég hef skjalfest. Annað væri auðvitað mjög alvarlegur áburður á minni hálfu. Og Fiskistofa hefur meðal annars það hlutverk að fylgjast með þessum hlutum og ég veit að þar á bæi eru menn að reyna að gera það eins vel eins og hægt er. Við erum að tala smáar upphæðir hverju sinni í sambandi við ísprósentuna en margt smátt gerir eitt stórt, þannig að auðvitað þetta áhyggjumál. Þannig að við erum hugsanlega að tala þúsundir tonna? Hugsanlega, já, en ekki margar, held ég. Ég held að við getum verið að tala einhverja fáeinar þúsundir tonna, en það mikil peningur. Við erum búin að tala við tugi heimildarmanna sem eru að játa í skjóli nafnleyndar að hafa tekið þátt í þessu. Þetta virðist vera mjög víðtækt í öllum höfnum landsins og öllum póstum. Ég get engan veginn tekið undir það að þetta sé víðtækt og í öllum höfnum landsins. Ég hef engar upplýsingar sem að staðfesta það og slíkar ásakanir eru auðvitað svo alvarlegar að mér dettur ekki í hug að koma fram með þær nema ég hefði þá eitthvað í höndunum sem gæti stutt það. Ég hef nú ekki trúið að þetta sé neitt stórkostlegt þó að ég sé ekki að verja þetta langt í frá. Allt sem að
ekki gert þetta í bókinni auðvitað óþolandi og það óþolandi fyrir þá sem eru að gera hlutina rétt sem ég tel að sé og alveg vissum að eru langt flestir og yfirgnæfandi. Ég vil ekki gera lítið úr hlutum. Ef einhverjir eru að fara rangt að, þá það vandamál og þá það þetta bara refsimál sem á að taka hart á. Í óbirtri ráðgjafarskýrslu frá VFSO fyrir 10 árum lagt til að refsingar séu hertar við fiskveiðibrotum. Ekki verður séð að það hafi gengið eftir. Til samanburðar hafa þungir dómar fallið í Noregi vegna slíkra brota að vísu grófra, þar eru 20 milljóna sektir á ferðinni og 2 ára fangelsisdómar. 2 av lederne i Ervik havfiske i Selje i Sogn og Fjordane pågripne og sikta for underrapportering av fangst for minst 5 millioner kroner. Mikill meirihluti sjómanna telur að eftirlit með veiðum sé ófullnægjandi og þess fullviss að landa sér fram hjá vigt. Í könnun sem gerða fyrir nefnd sjávarútvegsráðherra sögðu 76% sjómanna að landa væri fram hjá vigtinni. Þetta sláandi niðurstaða og virðist ekki hafa verið nefndarmönnum hugnanleg því hún dregur sjálf úr vægi þessara niðurstöðu. Það skoðun nefndarinnar að orðalag þessara spurningar sé ekki það besta og svarið endurspegli frekar þær sögusagnir sem eru í gangi frekar en reynslu svarenda. Spurningin sjálf var einföld. Telur þú að fiski sé smygla fram hjá vigt eða ekki? Ég vil ekki taka undir það sé víðtækt svindl í gangi en auðvitað getur maður aldrei útilokað að það sé til staðar svindl en maður byggir auðvitað engar niðurstöður á öðru en því sem við höfum í höndunum. En Fiskistofa að gera nóg? Hvenær nóg? Hvenær nóg að gert? Ég heyri þau viðbrögð frá ýmsum að mönnum finnst nóg það sem Fiskistofa að gera. Ég ekkert sammála því. Ég held að Fiskistofa sé að reyna að vinna sitt verk eins vel eins og hægt Og þú telur ekki sem einn brotalöfum í eftirlitsþættinum? Ég get ekki slegið einu föst við það. Ég bara einfaldlega að segja það að við höfum verið að auka eftirlitið, við höfum verið að reyna að gera það skilvirkara og það væri ábyrgðarhluti af mér sem sjávarútvegsráðherra og væri reyndar ábyrgðarhluti af hverjum sem að slá einhverju föstu á grundvelli óstaðfestra tilgátna en það auðvitað sjálfsagður hlutur að við reynum að herða þetta eftirlit og reynum að koma í veg fyrir það að óæskilegir hlutir og ólöglegir hlutir eigi sér stað. Sjómannaforystan telur að Fiskistofa dragi meðvitaða lappirnar. Hún veigri sig við því að fletta ofan af stórsfelldu svindli því að það geti kastað rýrð á kvótakerfið. Og það var einfallega út af því að það mátti hvorki falla fis né ryk á fiskveiðistjórnarkerfið. Það var ótti við það að ef það uppdagaðist að væri verið að svindla í kerfinu þá myndi það verða býr undir báða vangi fyrir þá sem að vildu annað kerfi eða vildu þetta kerfi dautt. Í gegnum tíðina þá hefum við þótt of strangir en ekki hitt. Og svo vil ég bara endurtaka það að við teljum að þessi brot séu ekki kerfið, þetta ekki kerfinu að kenna. Aldeilis ekki, við tengjum þetta ekki við kerfið. Að Fiskistofa sé að draga lappirnar, ég ekki það kunnugur þar innanbúðar að ég veit hvernig þeir nákvæmlega hafa sínum störfum. En það ekki klár afstaða okkar að þeir eigi að taka á öllum málum þar sem verið að brjóta. Ef það til þá eigi þeir að taka því og ekkert flóknara. Ég heyri nú miklu oftar að menn segi það að mönnum finnist að Fiskistofa gangi alltaf harkalega fram í eftirliti og sé alltaf með nefið honni hvers manns koppi þannig að það nú ekki síður það sem ég heyri á bryggjónum og í símtölum og samtölum við sjómenn. Ef áhorfendur hafa einhverju við þetta að bæta þá netfang þáttarins kompás hjá stöð2.is. Þættinum lokið, góðar stundir.